Já, góðan daginn. Í þessu stutta myndbandi ætla ég að fara yfir fyrstu skref notanda í Business Central sem hefur hlutverk sem að kallast léttur notandi. Þetta eru notendur sem hafa takmarkaða virkni eða takmarkaðan aðgang að kerfinu í raun og þeirra helstu aðgerðir snúast að samþykkt reikninga og fylgjast með rekstrinum á sinni deild. Í þessu tilfelli þá er ég að nota kerfið, ég hef opnað kerfið í vefbiðlara og það er nú einnig hægt að opna kerfið hérna í appi sem heitir þá Business Central og í raun er engin munur á því, þannig að það er í raun bara ákvörðun hvers og eins hvort að þið viljið setja þetta upp í vefnum eða hvort þið viljið hafa þetta í appinu, en það er allavega bæði í boði. Eitt helsta verkefni léttra notenda er að samþykkja reikninga og eða línur og ég ætla að fara í gegnum það ferli hérna. Hérna sjáum við að ég á eina ósamþykkta línu og hérna þá sjáum við reikningsnúmerið eða fylgiskjalsnúmerið. Þetta er sett á fjárhagslykil 0454, er frá þessum lánadrottni og er skráður á þessa deild. Ef að við horfum á að þetta sé bara reikningur sem við þekkjum og vitum af og eigum bara að samþykja beint eða getum samþykkt beint, þá getum við gert það bara úr yfirlitsglugganum hér, bara samþykja og samþykja. En ef að við viljum eitthvað skoða nánar þá smellum við hérna á fylgiskjalsnúmerið og þá erum við komin í uppáskriftareikningin sjálfan. Hérna getur þá gert breytingar ef að þess er þörf. Þú smellir þá á blýantinn hérna uppi og gerir þá mögulega breytingar á fjárhagslyklinum eða deildinni eða hvað það nú er sem að vantar hérna upp á. Og einnig geturu ef að viðhengi fylgir reikningnum að þá geturu skoðað viðhengið hér, smellt á það til þess að greina betur hvað er að koma, sjáum það hér og þá er reikningurinn hérna og þú getur þá skoða betur og sannreynt hvort að þetta sé rétt. Og ef við erum bara ánægð með þessa stöðu að þá getum við bara samþykkt reikningin og hann hverfur þá hér úr listanum. Í framhaldinu að ég samþykkti línuna þá hvarf línan úr kassanum hérna, en við hugum að næstu kössum. Það er alltaf gott að setja músabendilinn yfir textan og þá sjáum við aðeins nánari útskýringar á því sem að hérna kassin stendur fyrir. Og hér sem dæmi stendur reikningur, línur frágengnar. Hér erum við með tilgreinir fjölda minna uppáskrifta lína og hér er séðan tilgreinir fjölda minna ósamþykktra uppáskrifta skjala. Og eins og ég sagði áðan þá getur verið að bæði notandinn, hann getur verið skráður í haus og hann getur líka verið skráður á línu. Og eins og í þessu tilfelli þá er ég þá búin að samþykja línuna en hann heldur áfram, helst inn í kerfinu að því að ég á eftir að samþykja hausinn. Þannig að það er góð vinnuregla að skoða hvort að notandinn er skráður bæði á haus og línu og samþykja þá reikningin héðan frá, eins og við gerum þá núna. Og þá hverfur hann héðan. Í þá framhaldinu að hafa samþykkt línuna áðan og svo reikningin í framhaldinu, að það er að segja annan reikning og þar var önnur lína, þá erum við búin að hreinsa borðið okkar hér
Þannig að við erum bara mjög ánægð með verkefni dagsins. En ég ætla aðeins að sýna ykkur meðal annars það sem að þið sem notendur, sem að léttir notendur, og þá eru þið að skoða reksturinn hjá deildin ykkar og þið eru oftast þá að vinna hérna í það sem að heitir fjárhagsgreining og samanburður, og það er til dæmis bara mjög gott að ef við smellum hérna á og færum okkur hérna yfir í það sem þetta er bókamerki, að við bara festum þetta hér og þá erum við bara búin að setja þessa skýrslu á forsíðuna hjá okkur, þannig að hún er alltaf til taks og þú getur smellt á hana og farið í nánari greiningu á deildinniðinni. Þetta stuttamyndband tekur á bara ykkar allra fyrstu skrefum í Business Central sem léttir notendur. Það eru svo önnur vídeó sem að fara nánar í aðra virkni sem að þið mögulega sinnið einnig, og einnig farið yfir þá skýrslurnar og yfirlitin sem að eru hérna. En við látum þetta duga í bili og ég þakka fyrir mig.